Komið í sæl, kæra áhorfendur, og verið hjartalega velkomin með okkur í upphitunar þátt KA TV fyrir Pepsi-deildina 2017. Við munum fara víðan völl í þessum þætti. Við munum fá fyrirliðanir spjalla við þjálfarann, hitta formann stuðningsmannaklúbbsins, heyra hvað fólki á götunni hefur að segja og fleira til. KA í fyrsta skipti í Pepsi-deildinni eftir 12 ára fjarveru. Þetta verður gríðarlega spennandi sumar og mikið skemmtun framundan. Ekki nóg með það að öll umfjöllun deildin hefur aukist gríðarlega, þá hefur áhorf og stemmingi fyrir deildinni sennilega aldrei verið meiri hérna norðan heiða. Helstu veðmiðlar hafa byggt spásina fyrir komandi sumar og KA spáð á þetta 7. til 8. sæti á flestum veðmiðlum sem hlýtur að teljast gott með nýliða deildinni. KA hefur átt ágætis undirbúningstímabil, mistókst hins vegar að vinna Kjarnafæðismótið, stóð sér vel í Lengjubikarnum og datt þar út í undanúrslitum í vítaspyrnukeppni gegn Grindavík, einnig nýliðum í deildinni. KA leikur fyrsta leik sinn mánudaginn 1. maí gegn Breiðablik á Kópavogsvelli. KA byrjar svo sannarlega ekki, ræðist ekki á garðið þar sem er lægstur, en Breiðablik er andstæðingur sem KA liðið getur unnið og sýndi það til dæmis fyrir 2 sumrum síðan þegar við unnum Breiðablik í framlengingu í Borgunarbikarnum. Líklegt byrjunarlið KA, með hvernig Tufa hefur stillt upp liðinu á undirbúningstímabilinu, er svona. Í markinu mun standa Srdjan Rajković, 41 árs gamall, aldrei verið betri. Hann er svo gott rauðvín, okkar besti leikmaður undanfarin 2 tímabil. Hægri bakvörður, Hrannar Björn Steingrímsson. Hrannar hefur svo sannarlega hraðan og styrkinn í úrvalsdeildina. Það verður mjög gaman að sjá hann fóta sig gegn þeim bestu, en hann er bæði mjög tæknilega góður og fyrirgefur hans geta oft á tíðum verið eitraðar. Vinstri bakvörður Darko Bulotović. Leikmaður fæddur árið 1989, búinn að vera að spila í Serbíu upp á síðkastið, er frá Svartfjallalandi og hefur vakið athygli á undirbúningstímabilinu. Miðverðir, Callum Williams og Guðmann Þóris. Þetta eru þeir strákar sem stóðu vaktina hvað lengst af síðar sumar og fengu á sig örfá mörk í fyrstu deildinni. 2 klettar, báðir hávaxnir, góður á boltan og ég er viss það að sóknarlínur annarra liða eftir að hræðast í að mæta þessari KA vörn. 2 djúpi miðjumenn, Alexander Trinicic og Almar Ormarsson. 2 gjörólíkir leikmenn. Alexander hefur hæð, styrk og kraft sem sannaði sér vel í fyrstu deildinni fyrra sumar. Almar er leikinn, hefur reynslu og gríðarlega leikskilning. Hann er einn af þeim fáu leikmönnum sem KA sem hafa spilað í efstu deild. Hægri vængur, Ásgeir Sigurgeirsson, húsvíkingur knái, sá leikmaður sem verður kannski hvað mest hort til hjá KA í sumar. Gríðarlegt efni hefur verið að spila með undir 21 árs landsliðinu, ösku fljótur og ef hann byrjar vel, þá getur hann sprungið svo sannarlega út í sumar. Vinstri kantur, Hallgrímur Mar Steingrímsson. Við vitum hvað Grímsi getur. Nánast uppalinn KA-strákur, kemur til okkur á Völsungi, fer í Víking, hefur spilað í efstu deild og búinn að vera frábær seinnipartinn undirbúningstímabilinu. Það verður virkilega gaman að fylgjast með Grímsæði sumar. Fremstur á miðjunni, Steinþór Freyr Þorsteinsson. Kemur til okkur á atvinnumennskunni frá Noregi. Gríðarlega mikil íþróttamaður. Snöggur, hefur styrk og veit hvernig á að skora mörk. Gjörbreytti liði Stjörnunnar á sínum tíma þegar hann spilaði í efstu deild með þeim. Framherji, Elvar Árni Aðalsteinsson. Við vitum nákvæmlega hvað við höfum í Ella. Hann er búinn að vera hjá okkur undanfarin 2 tímabil. Hann er stór, hann er sterkur, hann er góður að fá menn í bakið, hann er góður í loftinu og ef hann hittir á réttu leikina þá getur hann skorað. Hann er búinn að skora grimmt í síðustu leikjum undirbúningstímabilinu. Það verður gaman að fylgjast með honum í sumar. Komið með okkur, við ætlum að spjalla við Tufa, þjálfara liðsins. Örstuð í fyrsta leik, Tufa, spenntur? Ég er mjög spenntur, hlakka til að þetta byrja. Búið að vera langt undirbúningstímabil eins og alltaf á Íslandi. Hvernig lagðirðu upp? Hvað hugsaðirðu í haust? Hvað þarf ég að gera til að ná árangri? Ég bara planið þetta eins og í fyrra og í fyrra plan gekk alveg upp. Vonandi hann bara gengur upp í sumar líka og undirbúningstímabil var bara langur og strangur og hefi svolítið fyrir leikmennsku sérstaklega en við reyndum að spila marga leiki og spilum við heldur svona eitthvað 25 leiki yfir veturinn og bara svona heilt yfir búinn að vera ánum með undirbúningstímabil. Hópurinn, langt sér, hann var klár og hann góðu standi? Já, hann er í góðu standi sko. Það eru svona 2-3 leikmenn sem eru svona strangla með smá meiðsli, ekki alvarlegt en það kemur ljós þegar þeir allir klárir fyrir fyrsta leik en annars bara góð stemning í liðinu og ég held að leikmenn líka hlakka til að þetta byrja. Og nú erum við að taka þetta stökk frá fyrstu deild upp í úrvalsdeild, fyrst skipt í 12 ár. Þú kemur hérna í fyrstu deildina með KA og búinn að vera þjálfari og í kringum fótbolta á Íslandi núna í fjöldamörg ár. Hversu stórt er stökkið? Hann er mjög stórt held ég og ég sjálfur er ekki búinn að spila í Pepsi-deildinni utan KA var alltaf í fyrsta deildinni en maður var alltaf að reyna að fylgjast með og sérstaklega undanfarin ár og ég held að stökkið er bara stór
og ekki bara svona fyrir liðið mitt svona sjálf, það er bara svona fyrir félaginu og allir sem koma bara nálægt félaginu, en svona aftur á móti ég til að KR klár fyrir þennan skref og vonandi þetta bara verður góð sumar hjá okkur, KR-menn. Og nú ertu búinn að fylgjast með þessu liðum núna í nokkur ár, við erum búin að stefna þarna í nokkur ár. Hvernig heldur að deildin verði í sumar? Ég held að deildin verður svona sterkari en undanfarin ár sko, og mér fannst að hinir þjálfarar eru líka sammála því sko, að deildin verður svona skemmtilegt og jafn. Við höfum alltaf þessi 5 lið sem eru svona bara bæði með leikmannahóp og svona fjárhagslega sterkari en hinir sko. KR, Stjarnan, FH, Breiðablik og Valur, en svona aftur á móti eins og KR og Grindavík liðið sem koma upp og oft eru þessi lið í stragli og fljótir að fara niður sko. Ég held að bæði lið koma skemmtilega óvart fyrir alla og þetta verður bara svona, ég held bara sterkari deild en undanfarin ár sko. Og kannski að lokum, þetta með einhver skilaboð til KA-fólks, til stuðningsmanna og þeirra sem er eftir að styðja KA í sumar? Já, skilaboð er bara að þeir vera með okkur í sumar allan tíman fram á síðasta leik og standa bara svona fast með okkar liði og bakinn, þannig að þeir eru rosalega mikilvægir og það sýndist hvað mikið þessi framtak hjá shotterunum var að hjálpa liðinu undanfarin 2 ár, en núna er bara tími að allir sem bara elska KA að vera bara shotterar eða KA-menn og stígja bara með liðinu í sumar og standa bara fast með liðinu. Túfa alltaf léttur. Alltaf gaman að spjalla við Túfa. En sjöttararnir settu heldur betur svip sinn á sumar hjá KA í fyrra. Stóðu sem prýði og voru stór hluti af því þegar KA-liðið tryggði sér upp og fögnuðu gríða með liðinu. Sjöttararnir eru svona stuðningsmannasveit KA, vilja þó ekki skilgreina sig frá öðrum hefðbundnum stuðningsmönnum með áhorfendum, en vilja hins vegar bæta í hópinn. Við fengum Birkjörn Pétursson, forsprakka sjöttarana, til okkar í spjall. Komið og sjáið það með okkur. Birkir Pétursson, einn af höfuðpörum sjöttarana, stuðningsmanna KA í knattspyrnu. Segðu bara aðeins, hvað er framhaldið í sumrinu með ykkur? Herðu, við ætlum að leggja bara enn meira í það sem við hefum gert síðustu 2 ár. Alltaf okkar aðalmarkmið að mæta alla leiki og vonandi okkur takist það, þá sérstaklega að gefa í hérna heimavöllin og gera heimavöllin að algjörri gryfju. En okkur langar að fara á klúbbtileiki, alltaf margt sem kemur þar inn í, stemming og gengi og svona, en það er markmiðin. Og bara að safna fleiri í einhverjum góða kjarna sem það er að myndast í kringum þetta. Það er svona okkar helstu markmið og áætlanir fyrir sumar. Og segðu mér svona hefðbundir útileikjaferð, þetta er oft keyrsla á höfuðborgarsvæði, 5 tíma akstur og 5 tilbaka. Er þetta alltaf verið gaman? Þetta er alltaf verið gaman. Ég get alveg sagt að ferðin suður er yfirleitt skemmtilegri heldur en ferðin tilbaka. Það er svona yfirleitt svona spennufall, en ferðin suður, maður hefur oft keyrt suður, en þetta er aldrei jafn fljótt að líða akkurat í þessum ferðum. Það eru sögur sem fljúga og brandarar og þetta er bara mjög góð uppbytun fyrir leikina og maður eignast fullt af góðum félögum og vinum í gegnum þetta. Þannig að keyra suður er bara hluti af þessu öllu saman og finnst mér bara með því skemmtilegra sem er við þessa ferðir. Og það er kannski þá, eins og segir, þú eignast góða vini. Er þetta ekki segjast, þetta er ekkert lokaður hópur einhver vinahópur sem er að mynda það? Alls ekki. Það eru búin að koma í þetta fólk hérna og þaðan. Þetta eru búin að vera vinahópar sem hafa komið inn og einstaklingar. Ég fór svona inn í þetta, ég þekki marga í kringum félagið, en ég fór pínu inn í þetta einn ásamt kannski svila mínum honum Agli Hænesen, en kringum þetta hefur maður síðan eignast bara fullt af góðum vinum sem maður þekkt ekkert fyrir, sem maður bara gerir þetta ennþá skemmtilega. Hluti að vera í félaginu? Bara hluti að vera í félaginu og sem að KA er og þetta er það sem er mjög engin hópur. Við erum sterkur hópur bæði innan sem utan vallar. Þetta er snillt sko. Og nú er ég innanbúðarmaður og þekki hans til. Ég veit 2 spennandi nýjungar hjá sjöttunum í sumar. Það er annars vegar Klæðnar og hins vegar Aðstæður. Geturðu uppljóstrað einhverju lítið leyndarmál fyrir spennta vorinu? Sko, Klæðnar, ég ætla að leyfa Klæðnarnum pínu að koma í ljós, því að það verður vonandi fleiri sem taka undir það. Það verður geggjað. Aðstæðan, ég get nú aðeins meira sagt hana. Við ætlum að fara frá Backpackers og ekki það hafi verið slæmt, við ætlum bara að prófa eitthvað nýtt og ætlum að vera niður í skemmunni á Akureyrarvelli. Og þar ætlum við að búa til svona smá hól fyrir okkur og verðum að undirbúa það, þar sem við verðum með sætisaðstöðu og bara góð aðstöðu fyrir leikina til þess að koma og hita upp og myndast vonandi aðeins meiri stemning í kringum það heldur en það sem við höfum verið. Við höfum trú á því og erum að gera það bara flott þarna niður frá.
Og hvað þarf maður að gera til að komast í stuðningsmannahóp eða hvað þarf maður að gera til að teljast sjöttar eða stuðningsmannar KA? Ekki bara mæta það? Ég bara mæta, minna við erum öll stuðningsmenn og við erum í raun og veru öll sjöttarar. Við viljum ekki skilgreina okkur öðruvísi en einhver annar. Minna rétt eins og vinir móða eru alveg eins stuðningsmenn og það getur örugglega allir orðið vinir móða. Eina sem við viljum kannski segja að við gerum öðruvísi heldur en aðrir stuðningsmenn er að við viljum kannski láta þess meira í okkur heyra heldur en kannski aðrir sem vilja bara koma og skilgreina sem meira svona áhorfanda. En það geta allir orðið sjöttarar og við erum bara stuðningsmenn KA í kjarnan sem að viljum taka kannski aðeins meiri þátt og bara ég hvet alla sem að hafa áhuga að vera með að koma og hvort sem það er útileiki, hvort sem það er heimaleikinn okkar í aðstöðun okkar í skemmunni eða hreinlega bara í Facebook-grúpun okkar og endilega vera með. Þetta er eins langt frá því að vera lokaður hópur og hægtir. Geggjað. Takk fyrir, sjáumst á vellinum í sjónleikir. Takk sem leiðis. Guðmann Þóris mun bera fyrirliðabönd KA í fyrsta leik gegn Breiðablik 1. maí næstkomandi. Guðmann er reynslubolti úr FC deild. Við fengum hann til okkur í spjall. Sjón er sögu ríkari. Guðmann Þórisson, fyrirliði KA í Pepsi-deildinni í sumar. Það eru örfáir dagar í fyrsta leik. Hvernig leggst þið í þig? Það er hrikalega vel. Það er komin smá spenna í mann. Nú er bara komið að þessu eftir þetta hrikalega langa undirbúningstímabil sem er svo skemmtilegt á Íslandi. Þannig að maður er bara spenntur og vona bara að þetta byrji vel. Og þú hefur hvað mestu reynsluna í liðinu úr Pepsi-deildinni, úr FC-deild af fótbolta. Hvernig myndir þú meta undirbúningstímabilið hjá KA núna aðdraganda tímabils miðað við kannski það sem þú hefur verið að þinni reynslu? Bara mér finnst þú fæður búin að setja þetta hrikalega vel upp og við erum kannski ekki búin að hlaupa mikið bara án bolta en liðið er í hörku formi. Maður sér það bara á leikjunum sem við erum að keppa. Við erum að keyra yfir liðin síðustu mínúturnar og svo er náttúrulega bara að sjá hvort að kallinn hafa sett þetta vel upp þegar sumarið klárast. Og eru leikirnir fyrstu tveir Breiðablik FH? Þetta er sérstakir leikir fyrir þig? Já, þeir eru náttúrulega öðruvísi en hinni sko. Ég er náttúrulega í Breiðablik og FH en ég er búinn að spila á móti Breiðablik og Kópavogsvelli tvisvar og vinna bæði skiptin og það er bara að halda því áfram. En jú, þetta er þetta öðruvísi en það er bara skemmtilegra, held ég. Og hvaða lyklar á þess að uppljósta einhverjum hernaðarleyndarmálum? Hvaða lyklar þurfa að ganga upp í sumar hjá KA svo að við náum árangri? Það er bara númer 1 og 3 að við höldum sem flestu heilum allt tímabilið. Ég segi að við erum heppnir með meiðsli og leikbönn náttúrulega og þá held ég að við möttum að gera mjög fína hluti. Einhver skilaboð til stuðningsmanna KA sem að flykkjast að horfa á þetta vídeó? Bara mæta á völlinn og vera brjálaðir og fá sér nokkra kalda fyrir leik og koma alveg stemming á þetta. Það munar? Já, algjörlega og þeir eru náttúrulega hrikalega flottir í fyrra en mér fannst alveg fleiri hefðu mátt mæta. Ekki kannski með þeim en bara á völlinn og við vorum liðið að keppast að komast upp og það var ekkert rosalega margir mæta þannig séð þannig að ég vona bara að það sé meiri áhuga núna ef við séum konur í Pepsi og það verður gaman að sjá allt þetta fólk. Gangi vel á mánudaginn, Guðmann. Takk fyrir það. Skemmtilegur strákur á Guðmann, það er engin spurning. En þjálfarateymi KA hefur haldist óbreytt undanfarið ár og er skipað 6 gríðarlega flottum og heilsteyptum einstaklingum. Eins og allir vita hefur stjórnvölinn Srdjan Tufisic, honum til aðstoðarþjálfari Óskar Bragason, markmannsþjálfari Eggert Högni Sigmundsson, nuddari Anna Birna Sæmundsdóttir, liðsstjóri okkar eini sanni Dr. Petar Ivanišić og sjúkraþjálfari Helgi Steinn Andersson. Það er mjög mikilvægt þegar liðið ætlar að ná árangri og framförum að hafa heilsteyptan hóp og það sama hópur í kringu liði. Þannig að KA-menn eru mjög ánægðir með þjálfarateymi sem eins og er. Annað sem skiptir máli ef að ná árangri er stuðningur. Stuðningur við KA-liðið hefur farið upp og ofan, kannski eins og gengi liðsins undanfarin ár. En ég veit að strákarnir treysta á að fólk fjölmenni á völlinn, sýni þeim samhug í verki og koma og hvetja í lið. KA á fyrsta skipti liði í úrvalsdeild í 12 ár og því er mjög mikilvægt að við sýnum því áhuga og við sýnum og komum á völlinn. Það er ekkert smá rosalega skemmtilegt að vera að fá þessi stærstu lið FH, KR, Stjörnuna, Breiðablik í heimsókn á Akureyrarvöll. Þau hafa ekki komið svolítið lengi. Skora á ykkur öll að sjálfsögðu að kíkja á völlinn. Áður en við hættum, þá fengum við að heyra hvað fólki í KA-heimilinu hafði að segja gengi KA-liðs í sumar. Í hvaða sæti spáðu það KA? 8. sæti. 5. 7. 6. 7. 7.
5. Fyrsta eða öðru. 4. Fyrsta. 5. sæti. 4. Endum í svona 5. sæti. 7.